Kæru systkini, ég rosalega glöð að sjá okkur öll hér í dag. Sabbat felicit, amigos. My Spanish is not improving, I'm sorry. Jæja vinir, við ætlum að byrja á því í dag að lofa Guð með lofgjörðarsálmi. Og ég ætla að biðja ykkur að taka öll vel undir og svo höfum við bæn. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp. Ég ætla að lesa minnisvörsi sem ræðumann okkur hefur valið. Það er að finna í Galatabréfinu. Það er 3. kafli, vers 26 og 29. Til 29. Þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæst Kristi. Hér er enginn gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þér eru allir eitt í Kristi. En ef þið tilheyrið Kristi, þá eru þið niðjar Abrahams og erfingjar eftir fyrirheitinu. Amen. Við skulum biðja. Ó góði Faðir á himnum. Takk fyrir þessa ábendingu úr orði þínu. Takk fyrir alla þá sem eru hér komnir saman. Þakka þér fyrir að þú elskar eitt og sérhvert okkar á nákvæmlega sama hátt og hjálpað okkur að gera það sama við alla að elska eins og þú elskar. Og góði Jesú, ég bið fyrir þinni nærveru hér og þinn heilagi andi megi að vera með okkur í dag á þessari samkomu. Viltu vera hér og tala til okkar, og tala í gegnum þjón þinn og sem hér er komin til þess að predika, og viltu vera með hvíldardagsskólakennarunum og leiða allar okkar umræðu og vera áfram með okkur inn í helgina. Góði Jesú, á sérstakan hátt viltu láta engla standa umhverfis þína kirkju á Íslandi og halda því neikvæða úti og hjálpa okkur að vinna öll saman að þínum málefni. Ég bið fyrir þeim sem eru hér inni sem eru eiga erfiðleikum, þeim sem að þurfa að taka stórar ákvarðanir, þeim sem eru veikir, og góði Guð, viltu koma inn í þessar aðstæður því við veitum að þú munt sannarlega geta breytt. Í Jesú nafni. Amen. Og við ætlum að syngja annan sálm og það er sálmur númer 348, Ég vil fylgja frelsaranum. Það var Kristur sjálfur.
dásalegt vinir, við sameinumst vel í söngnum, en þá ætlum við að syngja annan sálm og þetta orðið algjör uppáhaldssalmur hjá barnadeildinni sem ég kenni, 5 til 9 ára. Þau eru að undirbúa sig til að syngja þetta fyrir okkur og við ætlum að syngja núna. Það sálmur 159, Trúar vissu von. Má ég heyra vel í ykkur? Hljómar svo fallega, við ætlum að taka aftur. Þetta svona forréttindin þegar maður að stjórna, þá getur maður svona, en ef þið hefði hort á hópinn eins og ég var að horfa á, þá hefði séð öll börnin brosa hérna alveg út af eyrum að fá að taka þetta tvisvar, þannig að bara takk fyrir. En nú ætlum við að taka upp gjafir og gjafirnar í dag fór til Sölíaskóla, skólans okkar, þannig að endilega látið vel af hendi rakna til þessa málefnis. Ég ætla að biðja hana Vigdísi að koma til mín aðeins. Því að bænum. Ég veit að það betra. Góði Jesús, þú sem ert á himni. Querido Señor, que estás en el cielo. Þakka þér fyrir þessar gjafir sem hér eru frambornar. Gracias por estos regalos que se han ofrecido aquí. Viltu blessa skólan og það starf sem þar unnið? Te quiero pedir que bendigas a nuestra escuela y todo lo que se hace ahí.
vera með nemendum og kennurum inn í þetta nýja skóla. que estés con los alumnos y los maestros este año escolar. Og ég vil líka þakka þér Guð af öllu hjarta También quiero darte gracias fyrir þá náð sem þú hefur veitt þessari kirkju de todo corazón por la gracia que le has dado a esta iglesia, að þú hefur leitt alla þessa vini sem við höfum hitt que has traído a todos estos amigos que has dirigido a nuestra iglesia, frá fjölda landa que vienen de muchos países sem nú eiga svo stóran þátt í okkar hjörtum. y ahora ellos tienen una gran parte tienen una parte muy grande en nuestro corazón, Sem núna eru sískin okkar. que ya son nuestros hermanos. Viltu vera með þeim hvar sem þau eru? Quiero pedirte que estés con ellos en donde estén. Viltu vita að þau eiga stóran stað í þínu hjarta? También te pido que les digas que ellos también tienen un lugar muy grande en tu corazón, Señor. Og að þau eiga stóran hlut í okkar hjarta líka. Y que también en nuestro corazón. Og fyrir þá sem þurfa að fara, Y para los que tienen que irse de aquí, þá erum við mjög leið. estamos muy tristes. En við höfum þitt lofað Pero tenemos tu promesa að þú munir saman okkur que nos vas a unir otra vez. og við verðum alltaf sískinni. Y siempre seremos hermanos. Hér á jörð Aquí en esta tierra og á heimni. y también en el cielo. Ég legg þennan söfnu í þínar hendur. Quiero poner esta iglesia en tus manos. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Jæja, krakkar. Hvar eru þið? Ég ætla að biðja ykkur að koma hérna fram. Allir krakkar að koma fram. Jú, bara kalla það fyrir fjöldi. Ég er ekki búin að læra það. ¿Hay algunos niños aquí? Yo creo que sí, hay niños. Ahí veo una. Við erum með spennandi sögu og það er komið prestur frá útlendu sem ætlar að segja okkur sögu, en við ætlum að syngja fyrst. Hay un pastor que ha llegado desde el extranjero que nos van a decir la historia, pero primero vamos a cantar. Við ætlum að syngja fyrst á íslensku, svo kemur spænska og enska, en við getum þetta öll, er það ekki? Well, good morning, children. How nice to see you. Góðan daginn, krakkar. Buenos días, niños.
ég held að við skilja þetta. Góðan daginn, sagði hann. Now, today you're going to hear a story in 3 languages. Þetta ekki nýtt fyrir ykkur. Þeir eru bara að hægja sög á 3 tungumálum. This is going to be, I'm sorry. Ég muni að ég að fara til að vera spænsku. This is going to be a test for us. Eso va a ser un examen para nosotros. Þetta verður smá próf. I want to tell you a story that I learned in Africa. Og hann ætlar að segja ykkur sög frá Afríku. Quiere contarnos una historia de África. It is a story about the animals. Þetta saga dýrin. Es una historia de los animales. And in this story, it had not rained for a long time. Og í þessari sögu þá var búið reglust tími langa lengi. Y en esa historia no había llovido por mucho tiempo. The land was very dry, Og landi var þurrt. La tierra estaba muy seca. and all the plants had dried up on the ground. Og allt var skrælnað. Y todas las plantas estaban desecadas. And the animals had nothing to eat. Og það var ekkert fyrir dýrin að borða. No había ninguna comida para los animales. But they remembered that there was a tree that had fruit when the ground was dry. En dýrin mundu að það var tré með ávöxtum þegar allt var þurrt. It was a very tall tree. Se acordaban los animales que había un árbol muy alto que siempre tenía fruta aunque no había lluvia. And, Þetta var hátt tré. and in order for the fruit to fall from the tree, Og til þess að allir ávöxtinni geti dott úr trénu, Y para que las frutas pudieran caer del árbol, the animals had to know the name of the tree. þá þurftu dýrin að vita hvað tréð héti. tenían que saber los animales cuál era el nombre del árbol. So the animals gathered from all directions under this big tree. Svo dýrin kom úr öllum áttum og komu undir stóra tréð. Entonces todos los animales vinieron alrededor del árbol. They were hungry and waiting for food. Þau voru svo svöng og þeim langaði svo að borða. Tenían tanta hambre y querían comer. But nobody could remember the name of the tree. Engin mundi nafni á trénu. Nadie se acordaba del nombre del árbol. They tried with many names. Og þeir reyndu fullt af nöfnum. Estaban pensando en muchos nombres, But no one got it right. En engin hitt á rétt nafn. pero nadie se acordaba del nombre correcto. Finally, they said, Að lokum sögðu þau, Finalmente dijeron, we must send someone to the wise old owl that lives on the other side of the mountain. Það komið ráð. Við skulum senda einhver til vitru ugluna sem á heima hinum yfir fjallið. vamos a mandar uno de nosotros al búho muy sabio que está del otro lado de la montaña. And so they sent an animal in Africa. It's like a deer, but he has big horns. Þau sendu sérstakt dýr sem eins og dádýr eða hreindýr með stór horn en afríst. Mandaron un animal que parece como un venado, pero con unos cuernos enormes. And he can run very fast. Og þetta dýr gat hlaupið hratt. Y este animal podía correr rápido. So they sent him to ask the old owl, what is the name of the tree? Og spurningin sem hann átti að spyrja gömlu vitru ugluna var, hvað heitir tréð? Y tenía que ir a preguntarle al búho, al sabio búho, cuál era el nombre del árbol. He ran very rapidly. Hann hljóp hratt. Corrió rápido. He came to where the owl lived. Hann kom þar sem uglan var. Fue a donde estaba el búho And he said, what is the name of that tree? Hvað heitir tréð, sagði hann? y le preguntó, ¿cómo se llama el árbol? And the owl said, Og uglan Y sagði, el búho dijo, the name of the tree nafn el trésins nombre del árbol is Uongalema. Nafnið Uagolema. Uongalema. Very good. Remember that name. Og þið þurfa að muna þetta, krakkar. So now the deer began running back home to where all the other animals were. Ok, já. Svo að þetta hreindýr hljóp til hinna dýrana.
Entonces el venado fue corriendo a los otros animales, But there was a place on the pathway where he had to go under the branches of a tree. En á leiðinni þá þurfti hann að fara undir greinar á tré. pero en el camino tenían que correr abajo de unas ramas de un árbol. And he got his horns caught in the branches of the tree. Æ, nei, hann festi hornin í greinunum. Y los cuernos se quedaron enredados en las ramas. And he wiggled and he squirmed and he tried to get out of the branches. Og hann reyndi að komast út, en hann var fastur. Y trató de desenlazarse, pero no pudo. And finally, when he got out of the branch, Og lokum þegar hann komst út úr þessari grein. Y por fin, cuando pudo salirse de las ramas, he had forgotten the name. Æ, hann var búinn að gleyma nafninu. se les había olvidado el nombre. He came back to where all the animals were gathered. Hann kom aftur þar sem öll dýrin voru. Regresó a donde estaban todos los animales And he said, I forgot. Og hann sagði, ég glemdi. y dijo, se me olvidó. Oh, the animals cried, we are so hungry. Þessi dýrin er svo svæng. Who will go and learn that name? Los animales gritaron, oh no, necesitamos comida. Now the lion thinks he is the king of the jungle. Og þá sagði dýrin, hver á að fara? Þá sagði hann, ég konungur. And so he said, I will go. Entonces el rey león dijo, yo soy el rey de la jungla, yo voy. And so off he went to where the owl lived. Svo ljónið sagði, ég fer. Og hann fór það sem uglan átti heima. Entonces el león dijo, yo voy a ir a ver el búho. And he said, what is the name of the tree? Og hann sagði uglan, hvert er nafnið á trénu? Y él preguntó al búho cómo se llama el árbol. And the owl said, Og uglan sagði, Y el búho dijo, búin að gleyma? you have forgotten? se les olvidó. Uongalema. 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 So the lion proudly started going back to where all the animals were gathered. Þá fór ljónið stolt af stað. And it was a Entonces- hot day. En það var svo heitt. Ahora el león fue muy orgulloso corriendo, pero hacía mucho And calor. along the way he saw some shade. Og á leiðinni sá hann svona skugga. En el camino vio a una sombra. He said, I will lie down in the shade for a few minutes. I need to rest. Ég ætla að leggast inn í skuggan og hvíla mig nokkra mínútur sagði hann. Me voy a acostar aquí en la sombra para descansar. And when he woke up, En þegar hann vaknaði, he had forgotten the name. Y var cuando hann bara búinn að gleyma nafninu. se despertó y se le había olvidado el nombre. But lions are very, very proud. En ljón eru mjög stolt. Pero los leones son muy orgullosos. They will never admit to making a mistake. Og þau játa aldrei að þau hafi gert mistök. Nunca van a reconocer que hicieron un error. So when he came back to where all the animals were gathered, Svo þegar hann kom aftur þar sem öll dýrin voru, Entonces cuando regresó donde estaban todos los animales juntados, he made up a name. þá bara bjó hann til nýtt nafn. simplemente inventó un nombre. He said the name of the tree is the name of the tree is Umawamagema. Og hann sagði, trí heitir Uma Abba Gema. Y él dijo, se llama Umalacakema. No, the animal said, this is not it. Nei, þetta er ekki rétt, sögðu dýrin. Los animales dijeron, no, ese no es el nombre. They were so desperate. Og nú voru þau orðin sko alveg rosalega And they asked, Ahora- who will go? svöng. Who? Hver á að fara? Entonces, ahora, ¿quién va a ir por nosotros? Ya estaban desesperados. Nobody volunteered to go. Og enginn vildi fara núna. Finally, Nadie quiso ser voluntariado ahora. finally, the turtle said, I will go. Og þá sagði skjaldbakan, Oh, the animal said, no, cannot be. Ahora la tortuga dijo, yo me iré, pero los animales, no. The turtle is too slow. ég skal fara, sagði hann. En dýrin sagði, nei, þú ert of hæg fara. Es que tú eres demasiado lenta.
We will all perish from hunger before he comes back. Við deyjum úr hungri áður en hún kemur tilbaka. Todos vamos a morir del hambre antes de que regreses. But nobody else would go. En engin annar vildi fara. Pero nadie quería ir. So the turtle got ready to go. Svo skjaldbaka fór á stað. Así que la tortuga empezó su viaje. But before leaving, he went to his mother. En áður en þá fór hann til mömmu sinnar. Pero antes de que se fuera, fue con su mamá. And he said, Mom, Sagði mamma, Dijo, mamá, how can you remember something you must never forget? hvernig á maður að muna eitthvað sem maður má aldrei gleyma? ¿cómo se puede uno acordar algo que no se le puede uno olvidar? And Mother Turtle said, Og mamma skjaldbaka sagði, Y la madre tortuga dijo, you must never stop saying it. þú verður að halda áfram að segja, mátt ekki hætta að segja, segðu það bara áfram, ítreka. siempre tienes que seguir diciéndolo y nunca dejar de decirlo. And so the turtle began. Svona fór hún að stað, sko. Y luego la tortuga empezó a caminar. After a long time, he came to where the owl lived. Og það tók hann að langa tíma að fara þessi muglandi heima. Y tardó mucho tiempo en llegar al búho. He said, what is the name of the tree? Og hann sagði, hvað heitir tréð? ¿Cómo se llama el árbol? Dijo. And the owl said, Y el búho dijo, Og hvað sagði uglan? you said it right. Haha. The name of the tree is Uongalema. Og tréð heitir Uongalema. el árbol se llama Uongalema. And so the turtle began his journey back. Og nú fór skjaldbakan tilbaka. Y ahora regresó la tortuga And with every step, he said the name. Og í hverju skrefi þá sagði nafni. y cada paso dijo el nombre. Uongalema. 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 All the way back. Todo el camino de regreso. Alla leið tilbaka. When he came to the tree where the branch hung low, he just went under it. Og þegar hann kom að staðnum þar sem greinin var lágt niðri, fór hann undir. Y cuando llegó al árbol donde estaban muy bajas las ramas, simplemente se metió abajo. And said Uongalema. Og sagði, Uongalema. Y dijo Uongalema. When he came to the shade where the lion slept, Og þegar hann kom að skuggan að þessu ljóni hafði sofið, Y cuando llegó a la sombra donde se quedó dormido el león, he passed by and said Uongalema. þá fór hann fram í og sagði, Uongalema. simplemente pasó la sombra y dijo Uongalema. And after a long, long time, Og svo eftir langan tíma. he came to where the animals were gathered under the tree. Y después de mucho tiempo llegó a donde estaban los animales. And they said to him, what is the name? Og hann kom loksins þeirra og hann sagði, hvert nafnið sagði? ¿Cuál es el nombre del árbol? And he said, the name of the tree is, Og hann sagði, you have it right. Y dijo el nombre del árbol. And the fruit began to fall. og ávistinni fór að falla. Y toda la fruta empezó a caer. And all the animals ate and were satisfied. Og öll dýri fengi að borða og voru ánað. Y todos los animales comieron y estuvieron felices. Now, boys and girls, here is the lesson of this story in Africa. En hérna það sem þessi saga hefur að kenna okkur krakkar. How do you remember something? I'm sorry. Aquí es la lección que tenemos que aprender de esta historia de África. How do you remember something you must never forget? Hvernig munum við eitthvað sem við megum aldrei gleyma? ¿Cómo podemos aprender o memorizar algo que nunca se nos puede olvidar? You must keep saying it. Við verðum að halda áfram að segja það. Tenemos que seguir diciéndolo. Now, when you come to church on Sabbath, Nú, þegar þið komið í hvíldadagsskóla eða á hvíldadögum í kirkjuna, Cuando There- ustedes vienen a la iglesia y a la escuela sabática los sábados, there is something you must learn. það er eitt sem þið þurfið að læra tienen que aprender algo And never forget. og aldrei að gleyma. y nunca olvidarse. That is Og það er that God Y esto loves es- you. að Guð elskar ykkur Que Dios los ama
and he wants the best for you. og hann vill það besta fyrir ykkur. y quiere lo mejor para ti. This is the lesson that you must say over and over and over. Og þetta það sem við þurfum að segja aftur og aftur og aftur. Esto es lo que tenemos que decir una vez y otra vez y nunca olvidarnos. Because you too might come to a time in life that is very difficult. Því að það gæti komið að því í ykkar lífi að það eru erfiðleikar. Porque pueden llegar un momento en su vida cuando hayan dificultades. And it might cause you to forget this great lesson. Og kannski getur það valdið því að þið gleymið þessum orðum. Puede que a ustedes se les olviden estas palabras tan preciosas. God loves you Að Guð elskar ykkur Que Dios los ama and wants the best for you. og vill það allra besta fyrir ykkur. y quiere lo mejor para ustedes. This you must never forget. Aldrei gleyma þessu. Esto nunca lo pueden olvidar. Thank you, boys and girls. Takk Happy fyrir. Sabbath. Gracias, niños. Thank you. Thank you so much. Takk kærlega fyrir söguna. Hún var fyrir okkur öll svo sannarlega. En ég ætla að bjóða prestin að koma aftur hérna, Lóel, og vera með predikunina. Ja, I'm sorry, no rest. Okay, so. Welcome. Thank you. Well, good morning and happy Sabbath to you, mothers and dads and children. Gleðilegan hvíldag, mæður og feður og allir hér. Do you know it is only by God's grace that we can gather here today Þið vitið það að það eingöngu fyrir náð Guðs að við getum komið hér saman í dag from Iceland, frá Íslandi, from Venezuela, frá Venezuela, from the UK, frá Bretlandi, from Canada. frá Kanada. I also met someone from India. Ég hitt einhvern sem hér frá Indlandi. It is only by God's grace Það eingöngu fyrir náð Guðs that we can meet here together and greet each other as brother and sister. að við getum komið hér saman og tekið á móti hvort öðru og heilsa hvort öðru sem bræður og systur. This has become such a common greeting in our church. Þetta orðið svo algeng kveðja inn í okkar kirkju. Perhaps we have forgotten the amazing truth that lies behind it. Það kannski höfum við bara gleymt þessum dásamlega sannleika sem liggur á bakvið þessa kveðju. When God is present in a person's life, Þegar Guð til staðar í lífi einstaklings, community happens. þá verður til samfélag. We experience a sense of belonging, Við upplifum það að tilheyra. a sense that is very real and experienced. Upplifun sem raunveruleg og við höfum, reynum hana. Though we don't understand each other's language, Jafnvel þótt við skiljum kannski ekki tungumál hvors annars and though we may have some strange customs, og jafnvel þótt við höfum skrýtna siði, yet we can embrace each other as brother and sister. samt getum við tekið á móti hvort öðru sem bræður og systur. Thanks be to God. Þökkum og lofum Guð fyrir það. It is an honor and a blessing to be invited to worship with you today. Það heiður að vera með ykkur hér í dag. I belong to a church in Washington State, the northwestern part of the United States. Ég tilheyri kirkju í Northwestern part. norðvestur Bandaríkjunum. It's not a large church. Það ekki stór söfnuður, Maybe about the size of our gathering today. kannski bara svona sambarlegt og hér í dag. Nobody in that church travels internationally. Enginn í þessari kirkju ferðast alþjóðlega. So, because that has been part of my career in church life, En vegna þess að það hefur verið hluti af mínu starfi innan kirkjunar, I always take a picture þá tek ég alltaf mynd of the places I go and worship with brothers and sisters. af þeim stöðum þar sem ég fer og tilbyð með bræðrum og systrum. And when I get home, Og þegar ég kem heim,
I show that picture to my church. Þá sýni ég kirkjunni minni heima þessa And mynd. I say, here are your brothers and sisters in whatever the land is. Og þið segjum, sjáu þið, hér eru bræður ykkur og systur úr þessu eða hinu landinu sem hann var í. And they begin to realize we're part of a big family. Og þau átta sig á því, hægt og rólega, við séum partur af stórri fjölskyldu. So I have taken a picture of you today. Svo ég búinn að taka mynd af ykkur hér í dag. I hope you will give me permission to show it to my church family. Ég vona að þið gefið mér leyfi til að sýna minni kirkju og söfniði þessa mynd. And to carry your greetings to your brothers and sisters Og að there. bera kveðju frá ykkur. Very much appreciate that. Thank you. I wish to think with you. Mér langar til aðeins að við hugsum saman. Here we go. Sorry. I wish to think with you about a story recorded in the Bible Mér langar til að ræða við ykkur sögu sem rituð í ritninguna. where Jesus had a very personal encounter with two people. Þar sem að Jesús átti mjög persónulega samskipti eða hitti tvo einstaklinga. And we will think about a question that Jesus asked. Og við munum aðeins hugsa saman spurningu sem Jesús spurði. The four Gospels in the New Testament record about 135 questions from Jesus. Í 4 guðspjöllunum þá eru ritaðar í kringum 135 spurningar sem Kristur spurði. Very, very simple questions. Mjög einfaldar spurningar. But very, very important questions. En mjög mikilvægar spurningar. You can think of some of them. He asked, what do you want me to do for you? Hann spurði, hvað viljið þér að ég geri fyrir yður? Has Jesus ever asked that question to you? Hefur Jesús einhvern tímann spurt þig að þessari spurningu? Jesus, who can do anything, Jesús sem getur gert allt, asked a number of times, what do you want me to do? spurði mörgu sinnum, hvað það sem þú vilt að ég geri eða geri fyrir þig? He asked his disciples, do you know who I am? Hann spurði lærisveina sína, veist þú hver ég vitið þið hver ég And he asked Peter, do you love me? Og hann spurði Pétur, elskar þú mig? You see, these are very, very simple questions. Þetta eru einfaldar spurningar And yet they're very deep, are they not? og líka djúpar spurningar. Er það ekki? In the story that we will look at today, we will hear a question. Í sögunni sem við lesum í dag, þá munum við heyra spurningu And it will open new understandings to us. og þessi spurning mun opna fyrir okkur nýjan skilning. Have you ever noticed that sometimes a small shift in thinking changes things in a big way? Hefði einhvern tímann tekið eftir því að bara lítil breyting í hugsun getur breytt skilning manns á stóran hátt, miklan hátt. Have you ever received a new pair of glasses? Hafið þið einhvern tímann fengið ný glerugu And when you put them on, og þegar þið setið það á, you can see clearly. þá getið allt í einu séð skýrt. A young boy who had vision problems received a new pair of glasses one day. Það var ungur drengur sem átti vandamál með sjónina og hann fekk ný glerugu einn dag. And his mother wanted to know what he could see. Og mamma hans vildi vita, hvað það sem þú getur séð? He looked at her and he said, Mom, Hann leit á hann og sagði, mamma, you have wrinkles. þú ert með rukkur. I'm not sure that she wanted that to be seen. Ég ekkert alveg viss að það það sem hún vildi að hann sæi. But the question we will look at from Jesus is one of those questions that opens the eyes. En spurningin sem við verum skoða, sem Jesus spyr, einmitt svona spurning sem opnar augu okkar. We will read the story from the scripture. Og við munum lesa söguna úr ritningunni. Now, it's Luke chapter 7:36. Now one of the Pharisees was requesting him to eat with him. And he entered the Pharisee's house and reclined at table. Starting at 36. Farisei nokkur bauð honum að eta hjá sér og hann fór inn í hús fariseans og settist til borðs. To save time, I'm going to ask Brother Christian to read from the scripture
Those of us who understand English can read silently on the screen. Hann beður mig að lesa til að spara tíman og hinir muni lesa hérna á skjánum á ensku. So continue to Yeah. verse. In verse 48. Já, frá 37 til 48. En kona ein í bænum sem var bersundug var þess vís að hann sat að borði í húsi farisíans. Kom hún þá með alabaksturspúð og með smyslum. Nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Fór að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslum. Verse 39. Þegar farisén sem honum hafði boðið sá þetta, I'm sorry. sagði... Sorry. Go ahead. I'm having trouble with this, but go ahead. Sorry. Þegar farisén sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, væri þetta spámaður myndi hann vita hver og hvílík sú kona sem snertir hann að hún bersyndug. Jesus sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það meistari. 2 menn voru skuldugur lánvindar nokkrum, annar skulduði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekki borga og þá gaf hann báðum upp, hvor þeirra skildi nú elskan meira. Verse 43. Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesus sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snér hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar, en hún vætti fætur mína með tárum sínum og hún þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af því að kissa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðir þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mínar með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, og sá sem elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Thank you very much. What a fascinating story this is. Þetta ótrúleg saga, Yet it is a very troubling story en samt eitthvað svona hugðarefni. because it contrasts two ways of seeing people. Því að þarna eru að takast á 2 leiðir til að horfa á fólk. Try and picture the scene in your mind. Reynda að gera þér í hugalund og setja þetta upp í huga þinn og ímynda þér hvernig þetta var. We learn in the story presented in the book of Luke that Simon was a Pharisee. Við lærum það í Lúkas að Símon var farisi. Matthew and Mark indicate he had been a leper. Matthús og Markus þeir gefa til kynna að hann hafi verið holdsveikur. Ellen White in the book Desire of Ages says that Jesus had healed Simon of leprosy. Og Ellen White segir að hann hafi fengið lækningu frá holdsveiki sinni. And perhaps as a way of gratitude, Simon put on a great big feast. Og kannski sem þakklætisvottur þá hélt hann þessa stóru veislu. And someone came to the feast who was not invited. En það kom einhver í veisluna sem var ekki boðið. A woman who had also been healed by Jesus. Það var kona sem hafði einnig hlotið lækningu af Jesú. She had led a difficult life, Hún hafði lifað erfiðu lífi, but she had been healed. en hún hafði verið læknuð. She had no social opportunity to express her thanks. Hún hafði ekki nein svona samfélagsleg úrræði til þess að sína þakklæti sitt. And so she took the risk of coming to the feast Svo hún tók áhættuna og hún mætti í veisluna. and pouring perfume on Jesus. Og hún hellti smyslunum á Jesú. So do you see these two people? Svo sjáum við þessa 2 einstaklinga. Simon, a Pharisee, healed of leprosy, Símon, farisén sem hafði verið með holdsveiki en var læknaður. and Mary, an evil spirit-possessed woman Og María sem hafði verið haldin illum öndum. who had been healed from mental dysfunction and immoral behavior. Sem hafði verið læknuð af geðrænum áskorunum og ósiðlegri hegðun. The focus of our consideration En það sem við ætlum að leggja áherslu á, I have to get accustomed to this.
The question of Jesus addresses the simple yet profound matter of how do we see other people. Spurning Jésu, hún ræðist í kjarna þess að hvernig við horfum á annað fólk. A common mistake that many religious people make is to think that God sees the world exactly as I do. Það algeng mistök sem trúaðir gera að halda að Guð sjái heiminn nákvæmlega eins og ég sé. That is a very common mistake. Það mjög algengur miskilningur. That's what Simon thought. Það það sem Símon hélt. Remember, he said to himself, if this man were a prophet, Og Símon sagði ef þessi maður væri spámaður, he would know that this is a sinner. þá myndi hann vita það að hún syndari. He would know what sort of woman she is. Hann myndi vita hvers konar kona þetta He thought that God should see the world the same way he did. Hann þótti að Guð ætti að sjá heiminn á sama hátt og hann. Now, the interesting thing about it is that Jesus knew both Simon and the woman. En það áhugaverða það að Jesús þekkti bæði Símon og konuna. Jesus knew who the woman was. Jesús vissi hver konan var. The Pharisee only saw what sort of woman she was. En farisean, hann gat bara séð hvers konar kona hún var. Jesus could see a person. Jesús sá einstakling, personu. Simon could only see a label. En Símon gat bara séð einhvern merki með það. He could only see a type of person. Bara einhvers konar típu af mannesku. And when Jesus asks him this pointed question, Og þegar að Jesús spyr hann þessa beinskeyttu spurningu, do you see this woman? sérðu þessa konu? The answer would have to be no. Svarið verður að vera nei. Simon couldn't see her. Hann gat ekki séð hana. He could only see through the lens of his blindness and his prejudice. Hann gat eingöngu séð í gegnum linsur blindni sinnar og fordóma sína. A new point of view changes everything. Nýtt sjónarhorn breytir öllu. Now I ask you, Nú spyr ég ykkur, is this a picture of a rabbit or a duck? þessi mynd af önd eða kanínu? Krakkar, þið verða að hjálpa hér. I say the children have to help. The children have to help, all right. Now you see, it is all in the way you look at it. It is all in the way you look at it. Það fer allt eftir því hvernig þú horfir á það. A slight change Smá breyting results in a different conclusion. og þá farið allt í einu allt aðra niðurstöðu. You have probably seen optical illusions, things that trick your eyes. Þið hafið örugglega séð svona einhvers konar, I think you, þið hafið séð svona sjónkerfingar áður. So I ask you a question. Is this person looking at you or is he looking this way? Svo ég spyr ykkur þá spurningu, maðurinn á myndinni að horfa til ykkar eða hann að horfa hérna til hliðar? Both. Both. You see, when you look at a picture like this, Þið sjáu þegar þið horfið á svona mynd, your mind selects a point of view. það ákveður hugur þinn ákveðið sjónarhorn. And it's the point of view that you select Og það sjónarhornin sem að þú velur, that determines what you see. sem að ákveður hvað það sem að þú sérð. So the question of Jesus, do you see this woman? Svo spurning Jesú, sérð þú konu þessa, Provokes a new point of view. kemur með nýtt sjónarhorn. The question of Jesus forces Simon to look where it's not easy to look. Og þessi spurning krefur þess af Símoni hann horfi þar sem erfitt að horfa. To recognize his prejudices and his blind spots. Að átta sig á fordómum sínum og þar sem hann hefur kannski staði þar sem hann getur ekki séð. Think of the way that we categorize people. Hugsið út í það hvernig við stundum flokkum annað fólk. By national or racial identity.
eftir því hvaða þjóðar eða húðlit, by economic status, eftir því efnahagslegri stöðu, by gender, eftir kyni, by age and appearance, eftir aldri eða útliti, by physical ability, eftir líkamlegri getu or by behavior. eða af hegðun. There are so many other ways in which we categorize people and we put them in little boxes. Og það eru miklu fleiri leiðir, miklu fleiri atriði sem við notum til þess að setja fólk í svona mismunandi kassa. The question of Jesus is a challenge to that. En spurning Jesú, hún kemur með áskorun gegn þessari flokkun. Before you put people in boxes, make sure you know how to see them. Áður en að þú setur einhvern í kassan, sérstu vera alveg viss það að þú getur séð manneskjuna. People who study social behavior, Þeir sem að rannsaka samfélagslega hegðun, they say that there is a pattern in society where people create others. að það sé til, að segja þeir að það sé til munstur í samfélaginu þar sem fólk býr til aðra. And we do that in order to make ourselves feel better. Og við gerum það til að láta okkur sjálf líða betur. We create categories of people. Við búum til ákveðna flokka fyrir fólk til að vera, flokkum fólki í You ákveðna flokka. may remember the story in the Bible Þið munið kannski eftir sögunni í Biblíunni about two men who went up to the temple to pray. þessar tvo menn sem fóru upp til mustersins að biðja. One was a Pharisee, Annar var farisei, the other a tax collector. en hinn var tollheimtumaður. And the Pharisee stood and began praying in regard to himself. Og farisein hann hóf að biðja fyrir sjálfum sig, eða sjálfan sig. God, he prayed, Guð, bað hann, I thank you that I am not like other people. ég þakka þér fyrir það að ég ekki eins og allir hinnir. Swindlers, Svindlarar, crooked, óheiðarlegir, adulterers, hormóngurar, and I am not like this tax collector. og ég alls ekki eins og þessi tollheimtumaður hér. I fast twice a week Ég fasta 2 í viku and I pay tithes of all that I get. og ég borga 10% af öllu því sem ég fæ. Do we hear what Jesus is trying to get across in the story? Heyrum við hvað það sem Kristur að reyna að koma á framfæri í þessari sögu? How do we see other people? Hvernig sjáum við aðra? In Acts chapter 6, Í Portúgalssögunni 7. kafla there is a description of a situation in the early church. að þá lýsing af ástandi sem kom upp í frumkirkjunni About how the Hebrew widows were treated preferentially. Hvernig hebresku ekkjunar þær fengu svona sér meðferð. And Greek-speaking widows were neglected in the daily distribution of food. En þær sem voru grískumælandi, þær voru skildar eftir þegar það var verið að deila út matnum daglega. So you see this question of Jesus. Do you see this woman? Þannig þið sjáu þessa spurningu sem Kristur fer upp, sérðu þessa konu. Is a question that challenges how we look at other people. Þetta áskorun það hvernig horfum við á aðra. There's a marvelous passage in the book of Revelation. Það dásamlegur ritningarstaður í Åpenbarabókinni. It talks about a great worship scene. Og það talar mikið tilbeiðslu. And it talks about how there was a great multitude of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne and before the Lamb. Og það talar þennan mikla múg sem enginn gat tölu komið á, alls konar fólk, kynkvíslir, tungur og líðir. Þeir standa frammi fyrir hásætinu. The lesson for us to learn, brothers and sisters, is that when you see someone, Lærdómurum fyrir okkur til að læra að þegar þú sérð einhvern, you are to see a child that God loves. Þá ættum við að sjá barn Guðs sem Guð elskar. Look at people through God's lenses. Að líta á fólk með linsum Guðs. We said earlier that one of the key lessons we need to understand is that we should not expect God to see the world as I see it. Og við ættum það áðan að þessi eina af þessum mikilvægu leksjum sem við þurfum að læra að við ættum ekki að vænta þess að Guð horfi á heiminn eins og ég horfi á. The second important lesson for us to understand is an amazing thing about the kingdom of God
is not who is left out, but who is let in. Og önnur mikilvægt atriði að það ekki spurning himnaríki hvað eða sem sagt, ríki Guðs hvern fær ekki að koma, heldur hver fær að koma inn í ríki Guðs. There is a story of a Jewish rabbi, a teacher. Það saga gyðinga rabbína, kennara. He asked his students one day, Hann spurði einu sinni nemendur sína, how can we determine the hour of dawn? hvernig getum við komist að því hvenar sólarris When does night end and day begin? Hvenar endar nóttin og dagurinn byrjar. His students gave different answers. Og nemendurnir þeir gáfu mismunandi svör. One of them said, the day begins when you can distinguish between a dog and a sheep. Og einn sagði að dagurinn hafinn þegar þú hefur nægilega mikla birtu til að vita hvort þetta hundur eða kind. Someone else said, the day begins when you can make a distinction between a fig tree and a grapevine. Og það var annar með aðra myndlíkingu og sagði það þegar þú getur séð muninn á fíkutré og vínvið. The rabbi answered no to all of their suggestions. En rabbinin hann sagði nei við öllum þessum uppástungum. Finally, the students gave up and they said, what is the answer? Svo nemendurnir þeir gáfust upp og sagði, hvert svarið? When does darkness give way to day? Hvenar gefur myrkrið eftir og eftirlætur ljósið? And the rabbi said, Og rabbinin sagði, it is when you have enough light to look in the face of your neighbor and see that as your brother or sister. að það þegar að þú hefur nægilega mikið ljós til að horfa í andlit nágranna þíns og sjá að hann bróðir þinn. Until then, you are living in darkness. Þangað til þá ert í myrkri. That is a good lesson, is it not? Það góð leksía, það ekki? It runs along the same line as this teaching from Jesus. How do you see somebody? Og það passar alveg vel við lærdóminn sem við fengum frá Jesú það og þessa spurningu. Hvernig sér þú aðra? We have to understand that seeing somebody as the child of God Og við þurfum að átta okkur á því að sjá einhvern sem barn Guðs does not change their nationality. breytir ekki frá hvaða landi þeir eru. If you are Jewish, Greek, Ef þú ert gyðingur eða Grikki, or Asian, or Fra- African, frá Asíu eða frá Afríku, you remain so even after coming to Christ. þá maður það áfram þótt maður komið til Krists. But now your most important identity lies elsewhere. En núna mikilvægasta auðkenni þitt, persónuauðkenni þitt annar staðar. You are a child of God, Þú ert barn Guðs, a citizen of his kingdom, borgari í ríki hans and your brothers and sisters are also his children. og bræður þín og systir eru líka börn hans. One of the people of yesteryear, since she's no longer alive, Það var I'm sorry. One of the people who lived a while ago who understood how to see people. Það var einu sinni uppi einstaklingur kona sem að skildi þetta hvernig maður ætti að sjá fólk. Was Mother Teresa of Calcutta. Og hún hét móðir Teresa í Calcutta. She was a Catholic nun Hún var kaþólsk nunna who operated a home for people who were about to die. og hún tók á móti fólki sem var við það að deyja, hún með líkna heimili. She took people off the streets of the city of Calcutta. Hún náði fólk af götum Calcutta. And she gave them a safe place to die. Hún gaf þeim öruggan stað til að láta lífið. In one of her prayers that she writes in a book, Og í einum af bænum hennar sem hún skrifaði í bók, she said this, Dearest Lord, dýrlegur Guð, may I see you today in the person of the sick. May ég sjá þig í dag í þeim sjúkum. And while nursing them, minister unto you. Og með því að þjóna þeim að ég megi þjóna þér. Though you hide yourself behind the unattractive disguise of the irritable. Jafnvel þótt að þú munir kannski fela þig í
dulargerfi þess einstakling sem kann að ergja mig, the exacting, the unreasonable. í þeim sem er ósangjarn eða heimtufrekjur, May I still recognize you með enga síður sjá þig and say, Jesus, my patient, how sweet it is to serve you. og segja, Jesús, skjólstæðingur minn eða sjúklingur minn, hversu sætt það er að þjóna þér. This story that we just read from the scripture Sagan sem við lásum úr ritningunni has this simple yet penetrating question. hefur þessa einföldu en gegnum lýsandi spurningu Of how we see other people. það hvernig það er sem við sjáum annað fólk. I think there is perhaps one more lesson that we need to learn from this story. Ég held að sé ein leksía viðbót sem við getum dregið og við þurfum að draga frá þessari sögu. And that is that we should never write off someone as useless in the work of God. Að við ættum aldrei að afskrifa einhvern frá starfi með Guði í hans verk. Mary had a sordid history. María, hún hafði sögu, slæma sögu, And yet Jesus said, her sins, which are many, are forgiven. en enga síður sagði Jesú, syndir hennar sem voru margar, að þær eru fyrirgefnar. A bad history, Slæm saga, a bad reputation, slæmt orð, lack of refinement. að hafa ekki stilt sig betur eða These are not impediments to the Holy Spirit. allt þetta er ekki hindranir fyrir starf. What Mary Heilags did Anda. has inspired people around the world ever since that time. En það sem að María gerði hefur veitt fólki innblástur alla götur síðan. So the question that lingers in our minds today Svo spurningin sem situr í huga okkar í dag is this: do you see this woman? þessi, sérðu þessa konu, Do you see this man, sérðu þennan mann, this child, þetta barn, this immigrant, þennan innflytjanda, this homeless person, þennan sem er heimilislaus, this person of a different color, þessi sem er á öðrum litarhætti, this stranger, this addict, þennan ókunnuga mann, þennan fík, this elderly person, þennan eldri mann, this atheist, trúleysingjan, this person of another religion, þennan sem trúir á önnur trúarbrögð, this person with whom you disagree. þennan einstakling sem að þú ert ósammála. Do you see them through Sérðu God's eyes? þau í gegnum augu Guðs. Surely one of the great moral questions of our time is, do you see this person? Og það er ein svona stærsta siðferðslega spurning sem við þurfum að spyrja okkur er, sérðu þessa personu, þennan einstakling? And may this probing question of Jesus prompt us all to think about human relationships. Og megi þessi spurning, opna spurning Kris, leið okkur öll til þess að hugsa okkar samskipti við aðrar mannverur. May we all submit to the grace of God, Megi við öll taka á móti náð Guðs, who will enable us to see with new eyes, sem hjálpa okkur að opna og sjá með öðrum augum, to hear with new ears, að heyra með nýjum eyrum and to serve with new hearts. og að þjóna með nýju hjarta. We are all one in Christ Jesus, Við erum öll eitt í Jesú Kristi and we are called by the Lord Jesus Christ to be a light to the world. og við erum kölluð til þess að vera ljós í heiminum. Let us accept that challenge Við skulum taka á móti þeirri áskorun and bring honor and glory to God og gefa Guði dýrð og heiður by the way we see other people. með því hvernig við sjáum aðra. Thank you. God bless you. Þakka ykkur fyrir og Guð bless ykkur. Thank you very much. Þetta var góð ræða og við skulum íhuga hana áfram inn í daginn. En við ætlum að syngja núna lokasálm og ég ætla að biðja tæknimenninn okkar að fletta kannski fyrir mig. Þetta er sálmur sem örugglega skrifaður til þess að þegar við erum að kveðjast
eftir kirkju. Þau erum að kveðjast svolítið tíma og við erum sérstaklega að hafa hér, ef það einhver sem að fara í dag, einhver sem að kveðja Ísland, að þá þetta sérstaklega til ykkar en auðvitað okkar allra inn í daginn. Nú þegar við förum frá lofgjörðarstundinni, frá Guðþjónustunni og við förum út í lífið sem líf tilbeiðslunar. Megi Guðs nærvera ávallt fara með þér. Megi náð hans umvefja líf ykkar svo að í samfélaginu að þið með vera með ásýnd hans, að við megum þjóna eins og hann, að við megum elska eins og hann. Megi heiðurinn og dýrðin vera öll Jesús Krist. Amen. Amen.